Takk Gísli og velkomin að skjánum þið sem heima sitjið. Það gaman að vera komin aftur og nú fer loksins að draga til tíðinda eftir að akkurat ekkert gerðist á Íslandi á meðan vikan var í fríi. Gylfi Þór Sigurðsson fór til Everton í sumar í næststærstu félagaskiptum Íslandssögunnar. Stærstu félagaskipti voru hins vegar í vikunni þegar Logi Bergmann Eiðsson fór frá Stöð 2 til Árvakurs. Þetta gerðist cirka korter eftir að Samkeppniseftirlitið heimilaði kaup Vodafone á 365 milljónum og ég held að minn maður Sóli Hólm hafi orðað þetta best þegar hann sagði að þetta væri eins og að kaupa Real Madrid og Ronaldo hættir daginn eftir. En íslensk stjórnmál í vandræðum. Forseti Íslands getur ekki farið í bað á þess að bráka sér nefið og kosningabarðan farin að líta út eins og kosningabarðan í fyrra. Sem sjónvarpsmaður á RÚV þarf ég að gæta orða minna og í nafni hlutleysis hef ég gefið stjórn RÚV fullt leyfi til að ritskoða stutta yfirferð mína vikuna í kosningabarðunni. Sko, nemendur í Verslunarskóla Íslands þjörmuðu að björna á kosningafundi í skólanum og hann lét þau heyra það. Á sama tíma á Akureyri sagði var sjálfstæður fatlaður og Stóttir lét hann heyra það. Frambjóðandi flokksins sagði fullur á fundunum á Akureyri eftir að hann kynnti sig á frönsku. Þorgerinn allt í einu formaður við og vandraði björn engan enda að taka. Eftir að hafa mætt á fundi á flokknum á dögunum ákvað Jón að ganga frekar til liðs við og birti svo harðaran pistil björn á Facebook. Og það meira. Eftir að Süddeutsche Zeitung birti frétt að þýska alríkislögreglan hafi afhent íslensk yfirvöldum upplýsingar sig taldi hann að einhvers svona samsæri væri að ræða. Sigla hins vegar lygnan sjó, kannski aðeins of lygnan, eins og framsóknarflokkurinn sem hefur oft skorað herra í skoðanakönnunum. Já, og byltingin sem boðar ætlar aðeins að láta bíða eftir sér. Kannski næst. En að málanna. Ísland búið að tryggja sér sæti á HM í fyrsta skipti í sögunni og nú því rétti tíminn til að byrja að mýkja þjónustufulltrúann í bankanum sem vonandi búin að gleyma EM í Frakklandi. Það ótrúlegt að hugsa til þess að á þessum degi fyrir aðeins 6 árum vorum við nýbúin að tapa fyrir Portúgal, Noregi, Ungverjalandi, Ísrael og Danmörku. En eins og allt annað sem gott í þessum heimi kom vonin frá Svíþjóð. KSÍ tilkynnti ráðningu á Lars Lagerbäck þegar Ísland var í 107. sæti á styrkleikalista FIFA. Aðeins 20 sætum fyrir ofan Færeyjar. Í dag erum við hins vegar hársbreidd fyrir að komast í 20. sæti styrkleikalistans og við erum ekki bara fámennasta þjóð allra tíma sem spilar á HM, við erum svo langfámennasta. Fastseðillinn til Rússlands var í Höfn eftir sigur á Kosovo á mánudaginn og það var gjörsamlega allt geggjað við þetta kvöld. Það var geggjað þegar Gylfi braut loksins ísinn, skoraði mark og eini Íslendingurinn sem hélt ró sinni var Heimir Hallgrímsson. Svo komst Króatía yfir á móti Úkraínu og við gátum ekki verið róleg fyrr en Jói Berg skoraði geggjað mark sem dugði til að fá Heimir til að standa upp. En eitt geggjaðasta augnablik kvöldsins var að sjálfsögðu þegar Guðni forseti fattaði að hann ekki bara að fara að hitta Pútín aftur, hann að fara að hitta hann í Rússlandi. Iceland, a small island in the North Atlantic. We don't even have a military. We have a better soccer team, though. Sorry.